nafni Guðs Föður og Sonar og heilags anda. Við skulum biðja. Almáttugi eilífi Guð, Faðir miskunnsenda og Guð allrar huggunar, líti náð til vor og heyr bænir vorar vér í sorg og söknuði áköllum þig og hjálpa oss með huggun þíns heilaga orðs fyrir hinn krossfesta og uppreisna son þinn, Jesú Krist, drottinn vorn og frelsara. Vér biðjum í hans nafni. Amen. Heyrum heilagt orð. Í Rutarbók skrifað. Rut svaraði, reyndu ekki að telja mig á að yfirgefa þig og hverfa frá þér. Því hvert sem þú ferð, þangað fer ég, og hvar sem þú náttar, þar nátta ég. Þitt fólk mitt fólk og þinn Guð minn Guð. Þar sem þú deyrð, þar dey ég, og þar vil ég verða grafinn. Drottinn gjaldi mér nú og framvegis, ef annað en dauðinn aðskilur okkur. Amen. Og heyrum einnig þessi orð postulans úr fyrra Kórintubréfi. Þótt ég talaði tungun manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóm og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigun mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, var ég engu bættari. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða, lagði ég niður barnaskapinn. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu. En þá á efsta degi munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í molum,
en þá mun ég gjörþekkja, eins og ég sjálf gjörþekkt orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra kærleikurinn mestur. Við skulum rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Jesús sagði: Ég brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur, og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. Allt sem Faðirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem til mín kemur mun ég alls eigi brott reka. Ég stiginn niður af himni, ekki til að gera vilja minn, heldur vilja þess sendi mig. En sá vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reisi það upp á efsta degi. Því að sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Lofs sé þér Kristur. Undir háu
Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Í dag verður til moldar borin hér á Ísafirði Sigurrós Júlíusdóttir. Í daglegu tali var hún alltaf kölluð Rósa. Og rósir voru lagðar í kistuna í gær. Þegar fólkið hennar kvaddi hana, syngdi yfir og fól hana Guði. Falleg var hún í kistunni. Falleg var hún í lifanda lífi og falleg verður hún hjá Guði. Fegurðin kemur innan að. Hún birtist í kærleika og væntumþykju, eiginleikum sem prýddu hana Rósu. Rósin er tákn kærleikans. Aldrei hefur verið kveðinn fallegri óður til kærleikans en sá sem Páll postuli skrifaði í 13. kafla fyrra Kórinthubréfs. Þótt ég talaði tungun manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Kærleikurinn er sterkasta afl tilverunar. Hann er ástin sem tengir saman tvær manneskjur ævarandi böndum. Hann er ástin sem fær mæður og feður til að vaða elda fyrir börnin sín. Hann er svo tilfinning sem samið hefur fallegustu ljóð og söngteksta hér á jörðu. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Og kærleikurinn er innsta eðli Guðs. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Af ást sinni skapaði Guð heiminn og lífið hér á jörðu og vegna ástar hans erum við öll Guðs börn. Jesús er okkar besti bróðir og frelsari. Skírnin er sýnilegt tákn þessa. Og að kærleika hefur Guð gefið okkur eilíft líf hjá sér. Guð er kærleikur og Jesús Kristur er ljós heimsins og það er okkar hlutverk að endurspegla þann kærleika og sýna hann í verki og orðum hér í lífinu. Mættu fleiri vera eins og hún Sigurrós Júlíusdóttir var. Það mættu fleiri vera með hennar hjartalag, því þá væri heimurinn svo miklu betri. Nú varir trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur. Hún Sigurrós Júlíusdóttir var fædd hér á Ísafirði þann 4. september árið 1958. Foreldrar hennar voru hjónin Júlíus Veturliðason frá Ísafirði og Guðrún Sveinbjörnsdóttir frá Norðurfirði á Ströndum. Guðrún lifir dóttur sína og er hér í dag og fylgir henni til grafar. Ég flyt hér kveðju frá Brynju og Hrefnu Höskuldsdætrum, þær skrifa: Elsku Gunna og fjölskylda, við systur sendum ykkur okkar innilegustu samúðarkveðjur. Hugur okkar og hjarta er með ykkur í dag. Sigurrós var næst elst af 6 systkinum. Elstur er Halldór, árinu eldri en Rósa. Litlu yngri er Sigurlína Guðrún. Þá kom bróðirinn Sveinbjörn sem kvaddi þennan heim fyrir 2 áratugum og 5. í röðinni er Birna en yngst er Ingibjörg Öss. Foreldrar Rósu höfðu búið í Valþjófsdal en þegar hún fór að muna eftir sér þá átti fjölskyldan heima í Hnífsdal. Það var gott að alast upp í Hnífsdal. Áin sem rann eftir dalnum miðjum og fjaran voru leiksvæði barnanna.
Þetta var náið samfélag þar sem allir þekktu alla. Í Pálshúsi upp á brekkunni bjó gamall maður, Páll Pálsson. Hann gaf sig að Rósu og fleiri krökkum. Hann kenndi þeim að rækta kartöflur og hvað það væri nú gott að sækja þara í fjöruna og dreifa yfir kartöflugarðinn því þá kæmi minni arfi. Og svo væri þarinn hinn besti áburður. Og svo kenndi Páll krökkunum að sigla á bátnum sínum sem hét Stundvís. Einar Valur var stýrimaður, Halldór bróðir Rósu var titlaður vélstjóri og Rósa háseti. Kynslóðabil þekktist ekki á þessum tíma. 8 ára gömul þá var Rósa farin að pilla rækju í Hnífsdal og fékk borgað laun fyrir. Í þá daga tóku börn þátt í samfélaginu, þau lærðu og léku sér saman og þetta var góður tími. Rósa gekk í nýja barnaskólan í Hnífsdal sem enn stendur við Bakkaveginn með kapilluna í austur, vísandi út á Djúpið og svo fór hún í gagnfræðaskólan á Ísafirði. Sem ung kona þá vann Rósa í hraðfrystihúsinu í Hnífsdal. Á haustin fór hún gjarnan í vinnu í sláturhúsinu og þannig lærði hún ýmislegt hvernig ætti að meðhöndla og verka bæði kjöt og fisk, þekking sem átti eftir að koma sér í góðar þarfir seinna meir. En lífið er ekki bara vinna og þegar maður er ungur þá vill maður skemmta sér og kynnast lífinu og ástinni. Sigurrós var rúmlega 20 þegar hún eftir stutt ástarævintýri varð ófrísk. Þann 19. ágúst árið 1980 fæddist dóttirinn Kristjana Guðrún. Barnsfaðirinn var Björn Birkirsson, seinna bóndi í Botni. Blessun fylgir hverju barni. Að eignast barn, það breytir manni. Þá eignast maður nýja framtíð. Þá eignast maður stað til að standa á í tilverunni. Trú, von og kærleikur, þetta þrennt, það á þá allt vel við, en þeirra er kærleikurinn mestur. Kristjana Guðrún er í dag fullorðin kona, hennar maður er Daníel Guðrúnarsson Hrafnkelsson, hún kveður móður sína með söknuði og trega. Ég flyt hér kveðju frá Helgu og fjölskyldunni í Botni og frá Gunni í Birkihlíð. Þau senda fjölskyldu Rósu innilegar samúðarkveðjur. Guð blessi minningu góðrar konu og takk fyrir allt. Rósa fór að vinna í Norðurtangunum og Ísafirði og starfaði þar lengi. Hún lagði fyrir og hún keypti sér íbúð niður í Sundstræti 29, stuttu eftir fæðingu dóttur hennar. Og svo bankaði ástin upp á. Það var stór og broshýr maður innan úr Djúpi, Ólafur Borgarsson. Þau Rósa og Óli byrjuðu að búa saman árið 1983 og þar með voru þau orðin 3 manna fjölskylda. Saman keyptu þau svo íbúðina við hliðina á og sameinuðu svo að íbúðirnar yrðu þannig ein stór og rúmgóð. Og stóð heimili þeirra í Sundstrætinu í 13 ár, en þá keyptu þau sér ágæta eign í Tangagötunni. Þau Sigurrós og Ólafur giftu sig þann 10. júní árið 2005. Það eru margar ástarjátningar í Biblíunni. Ein sú fallegasta er sú sem hún Rut mælir við tengdamóður sína Naómi. Því að hvert sem þú ferð, þangað fer ég, og hvar sem þú náttar, þar náttar ég. Þitt fólk er mitt fólk og þinn Guð er minn Guð. Þar sem þú deyrð, þar deyr ég og þar vil ég verða grafin. Að bindast annarri manneskju tryggðarböndum er líka að bindast fjölskyldu hans eða hennar vináttuböndum. Rósa var kona með kærleiksríkt hjarta. Hún var trygg og einlæg
Hún unni börnum og vildi allt fyrir þau gera. Systkinabörnin hans Óla, þau voru mikið heima hjá Rósu og Óla, áttu þar ávallt athvarf, og svo voru það hennar eigin systkinabörn. Rósa var einkar gjafmild kona. Hún forðaði stundum hlutum frá því að glatast. Ef hana grunaði að hún gæti glatt einhvern með því að gefa honum hlutin seinna meir. Og kærleikur hennar í garð fullorðinna vina kom stundum fram í stríðni og glettnislegum orðum. Þá ljómaði Rósa í framan og brosti eins og pabbi hennar hafði gert á sínum tíma. Já, öll berum við svipmót forfeðra okkar og formæðra. Þau Rósa og Óli reistu sér sumarbústað inni við Keldu í Mjóafirði. Þar var þeirra sumarparadís og sælureitur. Systkini Rósu og þeirra börn komu oft þangað í heimsókn og fengu þá að tína ber í Keldulandi og mun þar vera hæð börnin kölluðu Bláberjahæð. Rósa og Óli fóru yfirleitt á haustin eða jólin til Flórída. Þeirra Flórídaskagi var Skipaskaginn, þar sem kaupstaðurinn Akranes stendur. Þar býr fjölskylda Rósu og voru þau miklir auðfúsugestir þar. Rósa var ættrækin og vinaföst. Iðulega fór hún upp að Lækjarmótum að heimsækja Önnu, konu Sveinbjörns Veturliðasonar, eða þá að hún kom við á Hlíf til að heilsa upp á Erlu Veturliðadóttur. Rósa var mikil búkona. Hún átti frystikistu og var mjög umhugað að þar væri alltaf nægar birgðir af mat, enda fór enginn svangur af hennar fundi. Í minningu hennar sem var svo góð heim að sækja, þá bjóða aðstandendur Rósu til erfidrykkju í Guðmundarbúð að athöfn lokinni. Rósa var afar hjálpsöm kona á Greiðvíkin. Oft fór hún út í sveit að hjálpa bændum við að slátra og fyrir aðstoð sín og vinnu fékk hún gjarnan greitt fyrir með kjöti sem fór auðvitað beint í frystikistuna. Rósa vann lengi hjá Norðurtanganum, en svo fékk hún nikkelofnæmi og eksem og út frá því varð hún að hætta störfum. Eftir það var Rósa heima við og bjó Óla sínum gott heimili með góðu atlæti. Rósa virtist vita það að hún yrði ekki langlíf, enda hafði hún það á orði. Enda þótt það sé lífsins gangur að það sem lifi muni einn daginn hrörna og deyja, það átti engin von á því að þessi spádómur ætti eftir að rætast. Fyrir 2 árum síðan fór Rósa í liðskiptaaðgerð sem telst frekar venjulegt læknisverk. Þegar hún var að jafna sig þá fékk hún slag, heilablóðfall, sem rændi hana líkamsmættinum. Í vetrarbyrjun var orðið útséð að blæðingin gengi tilbaka og var það þá úr að Rósa fékk inni á hjúkrunarheimilinu Eyri. Áður en þetta gerðist hafði Rósa verið stoð og stytta Óla, en nú snerust hlutirnir við og hann varð hennar máttarstólpi. Óli heimsótti Rósu á hverjum degi og Rósa brosti alltaf þegar Óli hennar kom og fór að spjalla við hana. Það var allt orðið eins og það átti að sér að vera. Ást það að heyra málróm síns elskaða og gleðjast af hjartans englagni. Sigurrós Júlíusdóttir kvaddi þennan heim þann 29. október síðastliðinn. Blessuð sé minning góðrar konu. Það eru innilegustu samúðarkveðjur til Óla og allra aðstandenda frá Ísleifi Pálssyni að hann skrifar: Ég hugsa með hlýju og þakklæti til heimsóknanna til Rósu og Óla, þar sem ávallt var tekið á móti manni með brosi og hlýlegu viðmóti. Sérstaklega ég þó þakklátur fyrir velvild hennar og þeirra beggja
í garð Steinunnar Herdísar dóttur minnar. Blessuð sé minning Rósu. Og þá eru hjartans samúðarkveðjur frá Dotta og Pálínu. Í lok þessarar athafnar verður kistan hennar Rósu borin hér úr kirkju og flutt inn á Réttarholt, þar sem hún fær sitt hinsta leg. Þegar við stöndum við gröf ástvinar og signum yfir gröfina, þá erum við að fela viðkomandi Guði á vald og þá hljóta hugsanir okkar að hvarfla til orða Jesú eins og þeirra sem lesin voru upp hér áðan þegar Kristur sagði: Því sá er vilji föður míns að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Rósa átti sína barnatrú. Hún gerði sér sína mynd af Guði, líkt og við gerum öll. Versin og bænirnar úr barnæskunni liðu henni ekki úr minni, en þó var allt svo sem í skuggsjá. Og þannig er mannleg tilvera. Okkur er ekki gefið að sjá inn í aðra heima og vita hinstu rök lífsins. En við þekkjum orð Jesú og fyrirheiti og þeim getum við treyst. Þegar Jesús segir að við sem trúum, jafnvel þótt sú trú sé veik eða leitandi, þegar hann segir að við munum eiga eilíft líf, þá meinar hann það. Því við erum hluti af fjölskyldu Guðs, við erum Guðs börn og ekkert mun geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs. Ekki dauðinn, ekki ógnir komandi tíma eða yfirstandandi hamfarir. Af ást sinni hefur Guð gefið okkur hlut í eilífðinni hjá sér og hann hefur sett hlut af þessari eilífð inn í hjörtu okkar og hugsanir. Hugsanir okkar, þær eru eilífar, því minningarnar lifa áfram og hafir þú elskað aðra mannesku, þá muntu aldrei gleyma henni og mun ávallt vera ljóslifandi í hugskoti þínu. Þess vegna getum við hvatt hana Rósu í dag og sagt: vertu Guði falin og hafðu þökk fyrir allt sem þú gerðir fyrir fjölskyldu þína og ástvini. Hvíl í friði. Dýr sé Guði, Föður, Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda.
Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð Sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra lífa, ljós til opinberunar heiðingjum og til vexandar líf þínum, Ísrael. Við skulum biðja. Við þakkum þér, algóði Guð og eilífi Faðir, fyrir ljósið sem við og skín frá drottni vorum og frelsara og heilug orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans draumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þakkum þér á þessari stundu að þú hefur leyst Sigurósu Júlíusdóttur frá þrautum og veitt henni hvíld. Ver þú náðugur þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningar þeirra allra og varveit þau á vegum þínum. Í Jesú nafni segjum við öll saman á hjarta. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði: Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Skulum rísa á fætur.
Sigurrós Júlíusdóttir. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líkn er lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sína augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist.